Heyrðu, við byrjuðum að æfa í byrjun september, þá voru pröfur og bara fljótlega kastaði hlutverk og byrjuðum bara á fullu svona, langar að segja kringu 10. september, höfum við byrjað að æfa. Hvað eru margir leikarar? Við erum 14, eða þau eru 14, 5 stelpur og 9 strákar. En Flóð á skinni, þetta ekki dálítið gamalt verk? Jú, þetta er frekar gamall farsi, hann er 112 ára, saminn 1907 og er búinn að vera rosalega vinsæll bara allan tíð. Alltaf verið vinsæll, en passar hann alveg inn í nútímann? Hvernig er búið að staðfæra eða er búið að breyta eitthvað textanum? Leikgerðin er þýdd af Gísla Rúnari og hann alltaf nútíma verið þetta þegar hann þýðir þetta fyrir 10 árum þegar Leikfélag Akureyrar var sett upp og Karl Ágúst leikstjóri, hann náttúrulega staðfæri þetta og svona nútíma verið þetta aðeins meira núna. Þannig að já, þetta er svona nútíminn og þetta gerist á Suðurnesjum. Þetta er náttúrulega farsi, það þýðir það að það er einhver misskilningur í gangi og allt þetta. Eru þið búin að hafa gaman að því að taka þátt í þessu verki? Þetta er rosalega skemmtilegt og þetta er allt út allt og sumum æfingum þó eru leikararnir alveg bara í rugli, veit ekki hvað það er að koma inn á því að þetta er svona mikið í gangi. Þú einu sekúndu ertu að koma hérna og svo ertu að fara út þarna og svo ertu að koma inn þarna og þetta er rosalega ruglandi en það gerir þetta eiginlega bara miklu skemmtilegra. Þannig að þetta er heilmikið leikfimi að taka þátt í þessu? Já, mjög mikil sko. Já, mikil hreyfing á sviðinu? Já. En hvað er það sem að gera það verkum að Flóð á skinni er búið að lifa í öll þessi ár og alltaf verið svona sýning sem að fólk vil sjá? Hvað er það? Geturðu ímyndaðir eða geturðu svarað þessari spurningu? Sko, þetta eru náttúrulega mjög skemmtilega karakterar og þetta er náttúrulega misskilningur. Það er bara stóra dæmið í þessu. Þetta er bara einn misskilningur og annan og þetta bara er risastór flækja sem springur upp í loft og bara fylgjast með öllum þessum karakterum skapast og fylgjast með þeim gegnum sýninguna er bara ótrúlega skemmtilegt og ég sem áhorfandi er bara skemmtið mig jafn mikið á hverju einasta reynsli. Þannig ég held að sé það, karakterarnir og bara sagan sjálf, hvað hún er frábær. Það gerist alltaf því meiri sem að fara, þá finn ég til. Hvað? Eggjabökkunum, stokkunum. Heldur ég sé komið þá líka? Hvernig gengur að leikstýra þessu fólki hérna á Suðurnesjum, Karl? Það gengur bara mjög vel, ég er bara ofsalega ánægður með það. Og þetta er skemmtilegur hópur, frábærlega skemmtilegur hópur og hæfileikaríkur. Svoleiðis að það er alveg vandræðalaust. Það er eiginlega, ég lærði nú leikstjórn einhvern tímann út í Bandaríkjunum fyrir margt löngu og mér var sagt, sá sem kendi mér þar, sagði mér að prófessor George Sherman hét hann, að leikstjóri ætti alltaf að taka eitt brjálæðiskast á æfingatímabilinu. Ég bara hef ekki fundið ennþá tækifæri til þess. Nei, þannig að þetta fólk er bara svo skemmtilegt. Það er bara svo skemmtilegt, ég bara næ ekki upp neinu skapi. Já, þú næði ekki upp neinu skapi, en eru þau ekki þá bara duglega líka að gera það sem þú ert að leiðbeina þeim? Jú, alveg einstaklega. Þetta er alltaf svo frábær vinna þegar maður lendir á góðum leikhóp og góðum og hugmyndaríkum framtakssömmum og sem hefur mikið frumkvæði og þá er þetta bara ánægjulegt í alla staði. Nei, þetta er fyrsta skipti mitt. Ég hef aldrei verið með áður. Alltaf langað, en... Alltaf langað? Býtu, út af hverju komstu núna? Hvað gerði það verkum á þú þorðir? Eða þorður áður? Eða segðu okkur aðeins, út af hverju, hvað gaf þér hugrekki til þess að koma? Ég hef alltaf langað til að leika síðan ég var krakki, en ég hef alltaf verið hræddur að byrja. Maður er alltaf hræddur að byrja. En núna ákvað ég bara hægt að láta stoppa mig og bara gera það sem ég hefur alltaf dreymt að gera, sem er að leika. Og hvernig er búið að ganga? Það er búið að ganga mjög vel. Þetta er alveg ótrúlega gaman, sko. Fyrir fram úr væntingum, sko. Og hvað er svona skemmtilegt við þetta? Það skemmtilegast er eiginlega, maður er ekki alltaf að gera sama. Mér finnst alltaf gaman að gera eitthvað nýtt, alltaf að breyta til og það er í þessu. Það er svo gaman að breyta til, maður gerir ekki alltaf eins. Sumir er í golfi og ég er í leikhúsinu. Þú ert í leikhúsinu? Hvað færðu út úr þessu, Hulda? Heyrðu bara ómælda gleði og maður fær að tjá sig og maður fær að koma fram og vera stjarna einu og eina kvöldstund. Já, nákvæmlega. Hvenær byrjaðir á þessu? Heyrðu, ég byrjaði fyrst 2012 var fyrsta sem ég tók þátt í. Ég tók þátt í jólasögu og bara, já.
það var mjög skemmtilegt og svo hefur maður svona aðeins og svona undanfarin ári ég búin að vera í nokkrum svona í röð bara. Já, hvað var til þess að komst hingað að taka þátt í fyrsta sinn? Það var eiginlega meira kannski bara að því að dóttir mín langaði svo að vera með. Fóruð þið saman? Já, í fyrstu leiksýningu, í jólasögu, þá lékum við allar 3 mæðgurnar. Já, og ert þú ein eftir? Nei, hún svo elsta var með mér í síðustu, hún var revíunni. Já. Og svo yngri hefur verið á svona námskeiðum og svona hjá Guðný og öllu. Þannig að þetta er í kvenleik. Já, þetta er mjög skemmtilegu karakter sem að ég fæ að leika þarna núna og hún er mjög svona orka í henni sko. Þetta er mikil orkukona og svona skemmtilegur karakter. Jú, þetta er, þú veist, ég sé alltaf hún er einn góð leikstjóri sem sagði við okkur að leikhús væri líka líkamsrækt. Skiljum? Já. Og ég bara hugsa það alltaf, mér finnst það mjög gaman. Maður kemur og þess vegna er mikilvægt að búningurinn mann sé alltaf svona eins þægilegur og mögulegt af því að þetta er líkamlegt. Svo það maður að vera kvikkur í hausnum og þú veist þannig að Þetta er heila leikfimi líka. Algjörlega. Þetta er rosalega gefandi og ég held að sé fullt af fólki að núti sem að langar að koma og ætti að prófa og skora og kíkja. Nú ert þú gjaldkeri Leikfélags Keflavíkur. Já. Hlakkarðu til að fara að selja miða á Flóa og Skinni? Já, ég get ekki beðið. Líka þegar maður er að leika í þessu. Þetta er svo ógeðslega gaman og ég vona bara með við hvernig okkur er búið að ganga núna undanfarið eins og með revíun okkar síðast, allir á Trúnó, að fólk haldi áfram að það er svona búið að vakna smá áhugi fyrir leikfélaginu hérna heima. Já, þeir eru búin að rífa upp alveg leikhússtemminguna í Suðurnesja, Já, ekki bara á Suðurnesju. rosalega mikið síðustu ár. Já. Sérstaklega frá dýrin í Hálsaskógi. Já. Fórum þaðan yfir í Mystery Boy sem fór í Þjóðleikhúsið. Já. Svo kemur allir á Trúnó sem að gekk alveg ótrúlega vel. Og nú þetta, og við erum alveg einstaklega heppin að fá að vinna með honum Karli Ágústi sem er að gera alveg frábæra vinnu. Hvernig er að vera undir hans leikstjórn? Hvernig finnst þér? Það er ógeðslega gaman. Jón Bjarni, nú ert þú búinn að leika í mörg ár. Þú ert búinn að fá mikla þjálfun í leikhúsinu hérna, frumleikhúsinu. Mér langar að vita, stefnir ekkert á að verða atvinnuleikari bara eftir þetta allt saman? Eða dugir það þér að koma bara og vera með fólkinu og Sko, ég stefni á að verða atvinnuleikari. Ég stefni á það mjög bráðlega að fara að læra. Og það verður rosalega leiðinlegt ef að maður fer, ég er að stefna nám sko úti. Og það verður rosalega leiðilegt að missa fólki hérna því að þetta hús er meira en annað heimili fyrir manni og það verður rosalega erfitt að skilja við það. En maður bara, ég vona að við fáum fleiri og fleiri inn sem að hafa svona brennandi áhuga og vilja koma og vera hérna í örugglega bara jafn mörg ár og ég er búinn að vera hérna. Manstu hvað var gamall þegar þú svona ákvaðst að fara út í leiklist? Það var bara síðan að það er eiginlega bara síðan ég man eftir mér. Þú veist, það er engin sérstakur aldur sem ég man eftir, en ég vissi alltaf að mér langaði að vera skapandi, eitthvað svona performing eða hvað sem er í kringum það, skrifa, leika, allt saman. Þannig að þú nærist í þessum heimi? Ég nærist á hlátri og öllu því. Já. Ég er það sjálfsveitskur. Og svo er þetta líka að hugsa okkur hinn, þú nærist sjálfur á hlátri og að heyra okkur hlæja að þér á sviðinu. Það er bara, þetta eru, að því að maður er búinn að vera í áhuga leikfélagi lengi og þetta eru þetta sjálfbóðvinna, hlátur og klapp og allt þetta frá áröndum, þetta eru bestu verðlaun sem maður getur fengið nokkuð tímann. Fyllum frumleikhúsið. Já, fyllum frumleikhúsið.